Jú, það rétt, við byrjum í Breiðholtinu þar sem bandbrjálaðir apakettir þeysa hverfið og éta allt sem fyrir verður. Það var hérna úr Æsufellinu sem aparnir sluppu eftir að hafa étið yfir sig af rítalíni ætluðu breiðhyltskum leikskólabörnum. Ég ræddi við tilsjónamann þeirra. Ástæða til að óttast þessa geðsturluðu apaketti? Nei, sjálfu sér ekki, en það hins vegar áhyggjuefni að þeir týnast því við vorum að þjálfa þá til að taka sæti á Alþingi Íslendinga næsta haust. En þá að málefnum Haga, við ræddum við Dr. Hólmfríði Karlsdóttur þetta skemmtilega mál. Hvað finnst þér málefni Haga, Hófí? Jú, það sökkar náttúrulega alveg geðkislega mikið og bara, þú veist, já. Myndu halda áfram að vesla í Bónus? Mér finnst Bónus aðeinslu búð. Segir Hófí, alltaf jafn sexy. En þá að æsispennandi fréttum úr Kauphöllinni. Það ekkert að gerast í hlutabréfasölunni en við erum farin að selja gamla fólkinu á elliheimilinu við hliðina heroín. Það gengur fínt. Sigtryggur þarna í Kauphöllinni. En þau fáheyrðu tíðindi urðu í morgun að kona náði bílprófi í fyrsta sinn í Íslandssögunni. Lítum á það. Til hamingju með áfangan, Geirþrúður, en hvernig dattir þetta í hug? Tja, það var nú bara þannig að þegar maðurinn minn fór að halda við þessa glyðru þarna á pósthúsinu þá hugsaði ég nú með mér, tja, fyrst hann getur farið að vaða upp í aðra hverja druslu í bænum, þá líti ég ekki það líka. Fleira var ekki, ég minni á þáttaröðina útrásarvíkingana. Í kvöld verður fjallað Sigurjón Þórn Árnason. Kvikmynd kvöldsins líbönsk spennumynd frá 1972, nefnist Lesbían sem komin úr kuldanum.